Velkomin í þáttinn Trú og líf. Gunnar. Ég vil bara taka það fram að Svava, hún hljómar eins og sé rosalega ánægð, en þetta rosa skrítin þáttur þetta ef við vorum að rífast rétt fyrir þáttinn hvort við ættum að gera þátt eða ekki. Gunnar, við vorum ekki að rífast, hvaða? Ég er að grínast þér. Ekki það, ég myndi alveg segja ykkur að við erum að rífast, en þetta er ekki rétt túlkun á hvað var að gerast. Við vorum í heiftar umrældunum hvort við höfum tekið hana þátt áður. Ég sagði nei og þú sagðir Nei, eins og þetta gerist, við vorum að tala ég var að segja, reyndar var ég nú bara að biðja fyrir því að drottin mætti blessa Gunnar, vera með konu sem að feikist til og frá með hverjum kenningavindi, sagði ég. Ekki kenningavindi, þú varst að biðja mig að breyta ég er bara vitt í biblíuna sko, 5 mínútum fyrir þátt. Af því að ég er, skilurðu, ofta svona já, sveigjast til og frá. En nei, það var bara því að ég var alltaf að velta fyrir mér að því að mér fannst að hafa verið búin að tala þetta áður, en ég var að hlæja því líka því að Gunnar Ingi er vanur því að vera með mig sem konu, því að ég sagði þetta 5 mínútum árum frá að taka upp og svo þegar ég settist og hún fór undir bókur þá sé ég bara umræðan er enda til staðar. Nei, þetta var bara ég kvatvísi minni. Ok, krakkar, herðu, við ætlum að ræða eru bara 2 kyn. Já. Og þetta er búið að vera samfélagslega umræðu undanfarið. Þetta var þegar við erum að taka þetta upp. Það var komið svona 1,5 mánuðir síðan að Snorri Másson fór og sagði þetta. Og það var heiftaleg viðbrögð við honum. Mjög mikið af fólki sem sagði bara að þú ert að afneita tilvistarétti fólks sem ég veit ekki alveg hvernig fólk túlkar það. Hvort það sé að afneita þess því að þannig fólk sé til. Ég held að hann myndi ekki segja það. Sem upplifir sig sem annað kyn en það fæðist í. Ég held að hann myndi segja nei, það er náttúrulega fullt af fólki sem gerir það. Já. Eða er það að segja afneita tilvistarétti þess, það er að segja þú ert bara réttræpur eða eitthvað. Þetta hljómar svolítið þannig eins og sér bara svona, þú átt ekki rétt á tilvist, En þannig að ég vil alltaf taka það fram kannski bara alveg í byrjun. Við ætlum kannski bara að leggja línurnar fyrir hvað við erum að tala Já, er það ekki gott? Jú. Það er alltaf að hvað sem fólk á við með þessu þá erum við ekki að afneita tilvistarétt fólks þegar við erum ósammála fólki. Við erum að ræða hugmyndir og ekki manneskjur. Já, og ég held að það sé búið að glata svolítið í íslensku samfélagi, geta verið ósammála einhverjum og ekki túlka það sem hatur gagnvart manneskjunni að vera ósammála einhverjum. Ég held að það sé rosalega komið mikið heift í allar umræður út af því að það er bara svona ef þú ert ósammála mér í þessu þá hatar mig og hann átt bara að skili ílsku í þinn garði eða eitthvað svoleiðis. Einmitt. Og það er bara manneskjur í kringum okkur sem við elskum sem eru ósammála okkur í þessu og mér þykir ótrúlega vænt það en ástæðan fyrir að við erum að gera svona þátt er ekki út af því að við viljum skapa vannlíðan fyrir fólk eða eitthvað svoleiðis. Nei, kannski líka því að næsta sem að var búið að skrifa niður er ástæðan kærleikur að hjálpa fólki að finna gleði þeirri sköpun sem Guð gefur. Næsta sem er búið að skrifa niður, get innlegt. Já, næsta sem er skrifa niður. Bíddu, já, ég ætla að lesa, en svo ætla ég að segja að í rauninni ástæðan fyrir því af hverju við segjum það er náttúrulega bara líka því að ef þú ert að hlusta þennan þátt, kæri hlustandi, að þá bara til þess að minna það náttúrulega við trúum náttúrulega á Jesú Krist, við trúum að hann sé frelsar okkar á drottin, við trúum að hann hafi dáið á krossinum til þess að veita fólki eilíft líf og frelsa frá syndum þeirra, frá og gefa þeim von í heimi sem að við sjáum augljóslega ekki heill og meðal annars við og meðal annars við þurftum að heyra þennan góð punktur, takk fyrir að bæta þessu við meðal annars við og út af því að við höfum upplifað svo mikið gleði og frelsi í því að eignast Jesú Krist þá þess vegna viljum við tala skilur, taka ákveðin umræðinu fyrir og í rauninni bara punkturinn er það að við þráum að allir fá að upplifa bara í rauninni það sem að við höfum upplifað í Jesú. Já, og ég held að maður fattir þetta líka bara að þú veist, þegar maður eignast börn og eitthvað svona, þú veist að það er ekki alltaf kærleikur að segja bara já og amen við öllu. Þú veist, stundum er það kærleikur að taka erfiða og segja nei, við erum ekki bara að gera þetta eða nei, þetta er ekki rétt. Nei, einmitt. Þannig að en við kannski, þú veist, ég vil kannski líka bara koma inn á það, þú veist, að við erum að fara að ræða þá sérstaklega þetta að því að við erum að þetta er búið að vera í samfélagslegri umræðu eru aðeins 2 kyn þannig að við ætlum að taka það út frá í rauninni bara biblíulegu sjónarmiði en held kannski bara, er það ekki Gunnar, er ekki alveg verðt að benda á það að þú veist,
ef að við værum samt sem áður í samræðum við fólk, skilur sem að samkynhneigt og svoleiðis, að þá á endanum þá náttúrulega erum við bara trúum því að það á ekkert endilega að vera að taka fyrir endilega eitthvað eitt fyrir, skilur skilur, við allt í endanum þá erum við bara, viljum við bara búið fagnarhendið, við bara trúum því að allir menn þurfa á frelsar að halda. Já, og líka kannski að þú ert ekki kristin og ert að hlusta á þetta, að þá vil ég líka kannski taka það fram að mín helsta von ekki hegðunarbreyting hjá fólki sem kannski hljómar eins og bara vill presturinn ekki breyti hegðun minni. Mín helsta von að allir einstaklingar gefi hjarta sitt Guði og eftir það kemur hegðunarbreytingin. Þegar þú ert búin að gefa honum hjarta þitt, að þá elskar hann þig nóg til að taka við þér það sem þú ert, en elskar þig líka nóg til að leyfa þér ekki að vera það sem þú ert. Já. Og það sem ég elska við náð Guðs hann byrjar að flétta ofan af bara svona í mínu lífi sjálfselskunni og syndinni, og ég svo þakkláttur fyrir að hann syndi mér ekki allt klúðurinn mitt í einu. Ég hefði bara lamast undir þegar ég byrjaði, held ég. Já. Þannig en við viljum tala sannleik, skilur, og sannleikurinn mun gera okkur frjáls, eins og Jóhannes Guðspjall 8. kafli talar Jesú segir það, og þess vegna tölum við sannleik. Og það felur í sér að segja það sem gott, jafnvel þegar það óvinsælt, eða það sem slæmt, jafnvel þegar það óvinsælt. Og fyrir mér, ég fengi að upplifa í Jesú Kristi gleði sem ekkert og engin annar getur gefið mér, og hamingju sem ekkert og engin annar getur gefið mér. Það mín von að við mættum finna gleði okkar í honum. En þegar kemur að Biblíunni og kynjum, að þá það bara liggur það augum uppi. Já, ég ekki bara fara í gegnum versin og tala svo út frá, vilt að ég lesi Fyrstu Mósebók 1:26-27 til dæmis. Já. Þá sagði Guð, við viljum gera manninn eftir okkar mynd, líkan okkur. Hann skal drottna yfir fiskum sjávarins, fuglum loftsins, búfénu, villidýrunum og allri jörðinni og öllum skriðdýrum sem skríða á jörðinni. Og í samhengi þannig að þá hann að segja maðurinn mannkynið, það að segja kallinn og konan. Já. Og svo í fyrstu Mósebók í öðrum kafla, bara næsta kafla, versum 21-25. Þá segja þau þetta. Þá lét drottinn Guð djúpan svefn falla á manninn, og hann var sofnaður, tók hann eitt af rifjum hans og setti hold í staðinn. Og drottinn Guð myndaði konu af rifinu sem hann hafði tekið úr manninum og leiddi hana til mannsins. Þá sagði maðurinn, loks hér bein af mínum beinum og hold af mínu holdi. Hún skal kvenmaður kallast af því að hún af karlmanni tekin. Af þessum sökum yfirgefur maður föður sinn og móður sína og býr með eiginkonu sinni, og þau verða eitt. Þau verða bæði nakin. Þau voru bæði nakin, karlinn og kona hans, en skömmuðust sín ekki. Já. Blygðuðust það sama á skammast sín ekki. Þannig að hann bara sköpunarsagan, og ef þú hefur ekkert pælt í því, ég held að þú skýrði þig í símanum mínum barbecue rib. Ég má gleyma því. Þá vitið hvaðan það kom. Það eru fyrstu Mósebók. Ég skýrði þess að Gunnars Premium Barbecue Rib. Ég verð bara að segja að mér finnst ég ógeðslega mikill snillingur í gæludýrunöfnum. Ég verð eiginlega bara að segja Svo fyrir við Nýja testamenti, Matthews Guðspjall 19. kafla, þá Jesú svona staðfestir að frumsköpunarmynstrið til staðar á þess að það sé eitthvað breyting á því. Og hér segir Jesús, fyrir því skal maður yfirgefa föður og móður og búa með konu sinni, og þau tvö verða einn maður, þannig eru þau ekki fram að tvö heldur einn maður. Það sem Guð hefur tengt saman má engin maður sundur skilja. En svo náttúrulega, það mikið hægt að lesa. Sálmur, já, ekki bara klára að lesa það er bara fínt að fá þau gott svona heildar mynd á þetta. Þú hefur myndað nýrum mín, ofið mig í móðurlífi, ég lofa þig fyrir það að ég undursamlega skapaður. Undursamleg eru verk þín, það veit ég næsta vel. Bein mín voru þér ekki hulin þegar ég var gerður í lindum, myndaður í djúpum jarðar. Augu þín sáu mig ég enn var ómyndað efni. Ævidagar mínir voru ákveðnir og allir skráðir í bók þína áður en nokkur þeirra var til orðin. Já, og þannig að náttúrulega bara tala hvað Guð hefur skapað okkur fullkom, bara svona eftir sinni mynd. Þannig að við berum ímynd Guðs.
hann skapaði líka með okkar þannig að hann segja að hann vissi hvað hann var að gera þegar hann var að skapa okkur og svo og svo getum við farið í rauninni í það sem að fólk talar sko í það eiginlega alltaf þegar kemur að þessari umræði þá mjög fljótt nefnt eða þú veist þannig að leggjum þetta svona þegar við lesum Biblíuna þá mjög skýrt að það bara 2 kyn, það karl og kona og það bundið við líkamæðin það að segja að kynvitund þín ekki annað heldur en eða þú veist að þú getur upplifað eitthvað að þú sért eitthvað annað kyn en raunverulega ertu það sem Guð skapaði sem annarkvort karl eða kona og svo strax var í intersex dæmi það sem að fólk kemur oft upp með að það fólk sem fæðist sem að með svona frávik sem að veist, einhver 0,1% til 1% af fólki held ég sem fæðist sem mann rétt en þar verið að tala læknisfræðileg frávikaræða og þú veist, ég hef ekki heyrt marga, þú veist, intersex ekki sama og trans þegar það kemur á því og þetta ekki verið að tala eitthvað nýtt kyn eða þriðja kynið þegar kemur að intersex heldur þetta truflun á svona venjulegum kynþroska eða þroska í móðukviði en svo rosalega oft talað að kyn sé eitthvað félagslegt í rauninni að það sem að kyn Er það ekki kynvitund? Jú, og þetta ruglar mig stundum, hvernig á ensku þetta sex og gender sem 2 mismunandi hlutir og ég veit ekki alveg hvor hvað. Ég held að það sé kyn og kynvitund. Kynvitundin sem sagt að kannski þetta andlega þá. Að það sé félagslega búið til eitthvað svoleiðis. En og það alveg sagt að svona, þú veist, hlutverk kynjanna breytast frá einni menningu yfir í annað en að kyn og kynvitund í Biblíunni alltaf á að vera bundið við líkamæðin og það sem ég myndi segja við eiginlega bara alla kristna hvað sem topikið að þá segir ritningun okkur að við eigum að hertaka sérhverja hugsun til hlýðnis við Krist og það margir þú veist, sem segja, ég bara skapaði svona þú veist, ég fíla þetta og ég upplifi mig svona og svona, þá segi ég helsta hamingjan því að finna hamingjuna sína í Kristi og að ég og allir aðrir sem ég fæ að tala við á ég eftir að reyna að sannfæra það að það besta fyrir því að gera að taka þær hugsanir og hugmyndir sem ég með og láta það samræmast vilja Guðs fyrir mitt líf veist, rétt eins og ef að giftur eiginmaður myndi koma til mín og segja ég lost á eftir öllum konum og mér hefst bara Guð hafa skapað mig þannig að ég ætti ekki að vera bara bundin við eina konu og þá myndi ég vera að segja hey, ef þú ert að fylgja Jesú þá verk þitt að taka sérhverja hugsun og láta hana til hlýðnis við Krist og spyrja, þetta það sem orð Guðs vill fyrir mitt líf, þetta það sem Jesús vill fyrir mitt líf og ef ekki, að þá skiptir í rauninni ekki máli hvernig ég upplifi sjálf mig eða hvað ég vil gera heldur að eins og Jesús segir, ef þú vilt fylgja mér afnættu sjálfu þér, takt upp þinn kross og fylgdu mér og það hljómar mjög brútal en það sem ég hef fengið að upplifa að það actually hamingja í því það grindverk sem hann skapaði í kringum mitt líf ekki til þess að hefta mig inni eða minnka hamingju mína heldur til þess að venda mig frá hættu það að segja að lifa fyrir eitthvað sem hann skapaði mikið fyrir Já, en svo þetta náttúrulega svo erfitt þegar þú veist, að því að við erum náttúrulega að tala þú veist, þegar þú ert náttúrulega að upplifa kannski já, bara með að kynvitundin þín þú virkilega upplifir veist, að þú eigir bara að vera maður skilur henni fættist kona og svona að þá já erfitt heldur að skilur að geta einhvern veginn sætt sig við þetta þú veist að Guð í raun þetta eins og maður heyrir nú ofta ekki að svona bara af hverju myndi Guð vilja breyta þér skilur ef að þú upplifir þig ég upplifi eins og þetta sé best fyrir mig skilur þú veist ég vil þetta þú veist og að hugsa að vera eitthvað annað hljómar skilur þannig að það bara svona þú veist einmitt þess að fólk bara eins og að fá okkur innilokun að kendi eða skilur. Já, ég get ekki ímyndað mér hvað það erfitt að díla við þetta það ég bara tengi ekkert við þessa hugsun en ég myndi vilja spyrja hvað er kona eða hvað er maður
og það ég held að sé alveg eitthvað til í því að við erum búin að búa til alls konar hugmyndir hvað það að vera maður eins og það ein bók sem ég var að lesa sem heitir The Toxic War on Masculinity það sem var félagsfræðingur að spyrja menn mismundi menn að spurningum og fyrsta spurningin aðeins var hvað þýðir það að vera alvöru maður ég hugsa alltaf íslenska lagið hana íslenski kallmenn, þeir eru nú alls enga gungur og það einmitt svona stereotypan sem kom upp alvöru kallmaður með stóra vöðva sefur hjá fullt af konum þykkt veski vinsæll næra svona successful í öllu sem hann gerir og eitthvað svona og það merkilega var svo fylgdi hann spurningun eftir en hvað þýðir það að vera góður maður og þá var svörin já góður maður, hann sér sína hann leggur sjálfan sig niður fyrir aðra, hann passar upp á aðra og hag þeirra í kringum sig þú veist, hann vendar fólk og annað eins og þá byrjar allt í hennu þú veist, þá fer þessi félagslega stereotýpa af hvað maður og allt í hennu byrjar góður maður að hljóma mjög mikið eins og Jesú og fyrir mér bara hinn fullkomni karlmaður var Jesú Kristur og það ekki talað hvað hann gæti tekið í deadlift eða neitt þannig, skilur og það held ég svona stereotýpa þannig að ef einhver að segja ég upplifið mig bara sem konu þá einmitt hvað það sem að þú heldur að kona sé eða ef ég upplifið mig sem kall hvað það sem að þú heldur að kall sé Svo náttúrulega þetta líka bara þetta eins og núna nú erum við að ræða bara þetta út frá bara svona einfallega bara út frá umræðu skilur við erum að ræða þetta hér og svona en svo lítur þessi umræða allt öðruvísi út náttúrulega þegar við erum að tala bara við einstaklinga skilur við þannig að ég vil kannski líka bara koma inn á það þú veist að núna erum við bara í rauninni einungis að ræða út frá bara biblíulegt samhengi og að þú ert að ströggla við þetta þá var ég endilega til að heyra frá þér bara að hann að fá að senda einn spurningu út að mitt hann að viðhorf gagnvart þessu að það sem ég þrái mest fyrir þig að þú upplifir þig vel í þeim líkama og því kyni sem að Guð skapaði þig sem. Ég held að þín hamingja til lengdar liggi í því að upplifa þig og finna þig í því sem að Guð skapaði þig fyrir. Ef við taka smá pásu og koma aftur. Endilega, sjáumst þetta smá. Mér langar að láta vita því að kirkjan, Lofstofan Baptistakirkja, hefur ákveðið að búa til reikning sér fyrir trú og líf. Þannig að ef þú vilt styrkja verkefnið í að framleiða þessa þætti, halda upp í heimasíðu, ef ykkur auka peningur til staðar, getur kannski farið að gera eitthvað heimildarmyndir í framtíðinni eða eitthvað svoleiðis, þá getur þú bara millifært inn á þennan reikning kirkjunar sem algjörlega til staðar fyrir bara trú og líf. Reikningurinn 0357 22 00 4667 og kennitalan 610 111 0920. Hæ, heyrðu, ef að þú ert ekki búin að finna þér kirkjuheimili til þess að tengjast inn í að þá ert þú velkomin á samkomu hjá okkur í Loftstofunni Baptistakirkju. Við erum í Fagraþingi 2A og samkomunar byrja klukkan 11 og þær eru samkomunar á ensku eins og Þú ert hjartanlega velkomin. Heyrðu, svo langar mig að láta vita af heimasíðun okkar, trúolíf.is og ef þú ert með spurningar sem þú vilt að við tökum fyrir í þættinum okkar, þá máttu endilega fara inn á heimasíðuna, skoðu þar og senda inn spurningar sem að við komum okkur í. Velkomin aftur, þú ert að hlusta á þáttinn Trú og líf, með mér maður minn, yndislega Gunnar. Og yndislega kona mín líka, hún Svava María, hún Smó. Nei, við erum að ræða Eru kynin bara 2? Eru kynin bara 2. Já, það sem er áhugavert þegar við tölum þetta að það eru margir sem segja, nei, kynin, það eru miklu fleiri kynin 2. En það samt eru fáir sem geta sagt, ok, hvað eru þá mörg kyn? Það er svona... Vantalega spurningin það vantalega bara eins mikið og þú veist, fólki finnst eða svoleiðis, eða ekki? Já. Og þetta er orðið svolítið svona relativismi búin að taka yfir. Það er að segja að sannleikurinn bara minn sannleikur og þinn sannleikur, það engin raunverulegur sannleikur. Sem að hugmyndafræði sem í rauninni virkar ekki. Því að leið og þú segir það engin sannleikur, þá ertu að segja eitthvað sem á að vera raunverulegur sannleikur og það sé engin sannleikur. En hann að það búið að leggja mjög mikið upp á því að setja okkur sem aðstafald og ég held að það sé hættan í þessu að segja, nei, ég veit hvað Guð segir, ég veit hvað hann segist það að skapa mig fyrir, en það sem raunverulega skiptir máli hvað ég hugsa og hvað mér finnst. Já. Og ég held að það sé rosa mikið hætta í því, þú veist, og ég hef upplifað hann í mínu einlífi, ekki tengt þessu en bara öðru, sko. Ég held líka að þú veist að þetta er svona
þetta svo erfitt að því að maður vill náttúrulega líka reyna einhvern veginn að útskýra það er sann svo erfitt náttúrulega að útskýra það kannski jafnvel hægt en þú veist að því að þetta að Guð þú veist að Guð er ekki hann er ekki að vill mæta allar manneskinu bara í hans sko fullkomna kærleika og skilur og hann að það að hann, þú veist, maður vil náttúrulega líka reyna að koma það framfæri að hann að Guð finnur náttúrulega alveg til með þeim sem að er með þessar spurningar og þú veist, þér sem að ert með þessar spurningar, þú veist að hann bara skilur að það er eitthvað sem getur skilið best, þá er það Jesús. Og líka bara, kannski upplifir fólk sig með þessar pælingar og ganga því gegnum þetta eins og það sé eitt í þessu. En málið er, ok, þú er kannski, ef þú myndir lappin í kirkju, þá er þú kannski eina manneskjan sem er að díla við þetta dæmi. En málið er að allir sem eru inn í kirkjunni eiga að vera í kirkjunni einmitt út af því að þau fatta að eitt sinn þá sagði ég við Guð, ég vil ráða ferðinni. Veist, ég vil gera það sem ég vil. Og við erum öll með fortíð þar sem við höfum reynt að fara þann veg og að við þurftum að koma til Jesú Krist ekki bara til að fá betrumbætingu heldur til þess að fá frelsara, eitthvað sem gat tekið við okkur þar sem við vorum. Og í násinni segir, hei, komdu með mér, leðu mér, ég er með meira fyrir þig heldur en bara þetta, þú veist. Og hann að ég bara svona, ég held að þetta sé smá svona, eiginlega, þú veist, hugmyndafræðin finnst mér vera komin að stað þar sem að ég skil ekki til fulls hvað er í gangi. Og það eitt segir, þú veist, hei, það er kyn og það er kynvitund, svo eru aðri sem tala eins og kyn og kynvitund sé nánast sami hluturinn. Þú veist, eins og þegar Snorri talar um að það eru bara 2 kyn, þú veist, að þá verða margir brjálæðir og þegar þeir segja, nei, það eru fullt af kynvitundum en hann sagði að það eru bara 2 kyn, þú veist. Og saman með það, eitthvað segir, þú veist, kynvitundin mín er að ég er í kallmanns líkama en ég upplifa mig sem konu en þá er líka farið yfir í að breyta líkamanum, þú veist, til þess að líta út fyrir að vera meira eins og kona, þú veist, þannig að af hverju ef það er svona aðskilið, af hverju ef það er að breyta líkamanum yfir í þess að passa við það sem þú upplifið þig sem. Þannig að ég er svona, það er mikið, og einmitt, þú veist, þegar ég var alast upp og þá voru mjög margir feministar alltaf að segja, þú veist, hei, það að ég fíla bleikt, því ekki að ég sé kona. Það að ég leiki mig með Barbie, því ekki að ég sé með kona. En nú eru fullt af fólki að koma á og segja, hei, ég ólst upp og ég fílaði bleikt og ég fílaði Barbie, þannig að ég er kona í karlmanns líkama. Og þannig að, þú veist, og þar held ég að koma inn þessi stereotýpa af hvað kona eigi að vera, hvað kall eigi að vera. Þú veist, það er ekkert í Biblíunni sem segir að konur eiga að fíla bleika og kallar eiga að fíla bláa eða eitthvað svoleiðis. Þannig að þetta er svona, held ég líka bara fyrir aðila sem eru kannski með þessar spurningar bara ótrúlega ruglandi fyrir fólk. Þú veist, það bara hvað, er ég strákur, er ég stelpa og hvað það, þú veist, að þegar þú spurður að þessu í fyrsta bekk, þú veist, þegar þú varst bara, já, ég er bara strákur og bla bla bla, svo bara, en ertu strákur? Ég veit ekki, já, ég held það, þú veist, og allt í einu bara svona, byrju, á ég að vera að spyrja þá spurningu, þú veist, yfir höfuð. En það er bara þannig að Rómarbréf 8 talar um að sköpunin hún stynur, þú veist, að sköpunin sjálf, þú veist, fjöllin og eldfjöllin og allt það, þú veist, það er heimurinn er ekki eins og hann var skapaður til þess að vera upprunalega og að hann að við stynum líka, að það er eitthvað, við finnum að það er eitthvað brotið í okkur öllum, hvort sem að sé bakverkir eða skrítin hugsun sem að ég er með varandi hvað ég á að gera eða lifa fyrir. Og þannig að hann Þannig að niðurstaðan okkar er að út frá biblíunni samhengi þá myndum við segja að það eru bara 2 kyn. Og að hamingjan þín er í því að lifa fyrir það sem Guð skapaði fyrir. Og kannski 1. Korinthubréf 6, 19-20 er svona góð vest til þess að enda á þú lesa það fyrir okkur. Það er alveg neðst. Vitið þið ekki að líkami ykkar er musteri heilags anda sem í ykkur er og þið hafið frá Guði og ekki eru þið ykkar eigin, þið eru verði keiftir, veksið með því Guð með líkama ykkar. Þannig að elska hann segir, þið eru ekki ykkar eigin, þið eru verði keiftir. Og þannig að hann tala hann keifti okkur með blóðu sínu á krossinum. Þú veist að hann elskaði þig það mikið að hann gaf svon sinni eingetinn til þess að hver sem á hann trúir gladdist ekki heldur að hafa eilíft líf.
og ef þú efast eitthvað tímann ást Guðs gagnvart þér, þú veist, eða ef að sannleikur Guðs móðgaði stundum, þá getur þú huggaði allavega við það að hann huggar okkur aldrei með lygi og það að þótt að sannleikur Guðs móðgi mig stundum, og ef ég efast eitthvað tímann kærleika Guðs út af því, að þá get ég hort á blóðugan kross og Gólgata og sagt, ok, ef að þetta er hann, þá elskar hann mig. Ef hann gerði þetta fyrir mig, þá elskar hann mig. Og ef þú ert hann úti að hlusta, þá vil ég minna á að hann elskaði þig líka. Og með fórn sinni, þá tók hann á sig skuld okkar sem þjakaði okkur með ákvæðun sínum og neldið á krossin. Skuldina sem við gotum aldrei greitt, og ef við komum bara til hans, þá mun hann taka við okkur eins og við erum, og þegar við stöndum fyrir framan Guð í daginn, þá er það ekki sjáðu hvað ég er góður eða sjáðu hvað ég er góð, heldur Jesús Kristi, hann greiddi mína skuld, hann opnaði leiðina, hann kom til mín þegar ég gæti ekki komið til himnaríkis. Amen. Og ég bara hvetja þig ef þú ert hann úti að hann hlaupa í faðm Krist, því að hann elskaði svo sannarlega. Er eitthvað sem þú vilt segja svona áður en við endum þetta? Já, kannski líka bara að að bara hvetja til þess að við eigum samræðunar þetta. Já. Og að jafnvel þó að þú veist, ef þú átt eitthvað vin, þú veist, ef þú ert samkynniður og þú átt vini sem eru kristnir, þá máttu vita það að þú ert elskaður þrátt fyrir að þið deila ekki sömu skoðun. Já, eða trans eða hvað sem er, sko. Já, eða hvað sem er. Og reyndar vil ég undirstrika það að út af því að það eru margir sem segja að þú bara hatar þetta fólk. Biblían segir að allir eru skapaðir í ímynd Guðs. Fyrir mér er gildi þitt ekki í kynhneigðinni eða kynvitund eða neinu öðru. Ef þú ert lifandi manneskja, þá berð þú ímynd Guðs, og þú þarft ekki að vinna þér inn það að ég beri virðingu fyrir þér. Ég ber virðingu fyrir þér fyrir það eitt að vera skapaður í ímynd Guðs. Þú ert með virðingu af því að þú ert skapaður í ímynd Guðs. Og það er enginn sem getur tekið þá virðingu frá þér eða gefið þér þessa virðingu. Þú ert með þessa virðingu því að Guð gaf þér þessa virðingu. Og það að við séum ósamanlega í einhverjum hlutum er engan veginn að segja að við séum hötum einn eða neinn. Heldur er það einmitt það að þú ert bara með okkur í að vera sköpuð í ímynd Guðs og skapaður í ímynd Guðs. Amen. Vorum að þetta hafi verið eitthvað til uppbyggingar og til fræðslu. Við bara sjáumst næst. Bless.